Komið þið sæl og takk kærlega fyrir að fá að tala á þessari ráðstefnu og yfirleitt hún sé haldin. Ég fagna því nú alveg sérstaklega í hversin sem talaði barnarétt og ég þarf svona kannski ekki að árétta það sem að kollega mínir sögðu hér áður að það auðvitað það sem þetta snýst það að segja réttindi barnsins en ekki einhver annara. En það auðvitað alveg sérstök ástæða til þess að ræða þessi mál núna þegar þetta frumvarp liggur frammi á Alþingi breytingar á barnalögunum. Þessi umræða heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá og sameiginlega forsjá yfirleitt á Íslandi svo sem ekki ný af nálinni og við erum kannski ekki alveg eins aftarlega á meirinni eins og búið að tala hér þó við séum í þessum sporum í dag. En ég hef þá svolítið á tilfinningunni að við séum kannski að færast alltaf dálítið nær og nær einhverju niðurstöðu í þessu vonandi og vonandi erum við núna að verða í stakk búin til þess að ræða þetta dálítið á svona faglegan eða fræðilegan hátt. Og það nú það sem að mig langar að reyna að gera með ykkur og mig langar að draga svolítið fram rökin sem að hafa verið notuð á móti heimildinni og setja þau í samhengi við rannsóknir sem að hafa verið gerðar og þá kannski ekki síst þessa dönsku sem hefur verið vitnað hérna til. Nú vil svo til að ég nú búin að þræla mér í gegnum bæði þessa norsku sem var lyft hérna og allar þessa dönsku og það. Og ég verði líka að fá að lyfta ykkur að því það svo gaman. Mér langaði bara að segja ykkur að ég svolítið að byggja þetta á ákveðinni fræðilegri úttekt sem ég birti í lok árs í fyrra og birtist sem sagt grein í tímariti lögfræðinga heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá. Ég nota svona einhverja punkta úr því. Áður en ég geri það að þá langar mig að fara bara hratt yfir stöðuna eins og hún í dag, dálítið þróun lagana og kannski líka svona hvernig ég hef komið að þessu fram að þessu. Sumir kann náttúrulega þekkja þetta vel og hafið kannski séð þetta áður en það nú bara eins og það Ef við skoðum aðeins stöðuna, hvernig hafa þessi lög þróast sem að skipta máli hér á Íslandi, að þá settum við okkur barnalög 1981 og það var mikið framfaraskref. Þar fókusum við á sjónarhorn barnsins. Á þessum tíma þá fannst okkur óhugsandi að fólk færi með sameiginlega forsjá án þess að búa saman. Þannig að við tengdum voðalega mikið saman forsjá og umönnun og samstöðu foreldra. 92 settum við okkur ný og þá tókum við utan þessa hugmynd að foreldrar gætu samið að fara sameiginlega með forsjá barns án þess að búa saman. Og leið breyttist dálítið hugtakið forsjá og varð formlegra eins og kollega mínir hafa svolítið lagt áherslu á. 2003 að breytum við lögunum aftur, það setjum aftur ný og aftur gerist þetta og þarna verður enn skýrari munur á því hvernig við endur skilgreinum dálítið forsjána og sérstaklega forsjá foreldra sem búa ekki saman og við drögum úr þessari hugmynd að þau þurfi að vera sammála alla hluti og leyfum þeim að krefjast úrlausna á ýmsum ágreiningsmálum án þess að það þurfi að fella sameiginlegu forsjána úr gildi. 2006 göngum við skrefið lengra og gerum sameiginlega forsjá að meginreglu við skilnað og sambúðarslit og svo núna, eða þar að segja í fyrra, var lagt fram þetta frumvarp til breytinga á barnalögunum og þar að finna ýmsar tillögur en auðvitað eins og staðan núna þá vitum við ekki. Við vitum ekki hvernig löggjafinn mun afgreiða þetta en það auðvitað sá sem á síðasta orðið. Spurningin sem ég ætla að tala núna og draga út úr þessu frumvarpi, það auðvitað fjölmargt að finna og margt sem væri gaman að tala en við ætlum aðalega að horfa á þetta hérna. Á að heimila dómurum að dæma foreldra til að fara sameiginlega með forsjá barns. Og ef við skoðum aðeins bara hvernig þetta frumvarp varð til, þetta sem sagt ég, þegar frumvarpið var að verða til. Við skipuðum eina litla nefnd, ekki 16 eða 17 manna eða hvað hann var, heldur voru við 3 sem að sátum yfir þessu, en við reyndum að fremsta megni að fá sem flest á fund til okkar til að ræða þetta.
Við fengum þetta verkefni frá ráðuneytinu að fara vel yfir reglur barnalagana, athuga hvort að lögin tryggðu hagsmuni sem þeim var ætlað að standa vörðum og tækju tillit til þróunar í samfélaginu, getum við sagt. Og svo var okkur alveg sérstaklega falið að skoða það hvort það ætti að fela dómurum þessa heimild til þess að dæma sameiginlega forsjá. Við skiluðum drögum að frumvarpi til ráðuneytisins í byrjun árs 2010 og við lögðum til að það yrði lögfest heimild dómara. Svo kom frumvarpið var fyrst lagt fram, þetta nú svo sem ekki alveg rétt, það skiptir ekki máli, það minnsta kosti líka við, það var lagt fram í nóvember 2010, það var lagt fram vorið 2011 og nóvember 2011, eða nú að vera rétt að dagsninga þarna. En eins og því var breytt inn í ráðuneyti að þá sem sagt ekki lagt til, eins og það liggur fyrir Alþingi núna, þá ekki lagt til að dómurum verði veitt sér heimild. Þannig að maður bara svona þó að svona kasta fram að ég hefði samið frumvarpið eins og það lagði fram, ég samdi drögin, við lögðum þetta til, en eins og þetta liggur fyrir Alþingi núna það sem sagt ekki gert. Hvaða tillögur gerðu við í þessum efnum? Við tengdum dálítið þetta tvennt saman. Við skoðum þessi forsjármál sem einhverja heild og okkur fannst full ástæða til þess að lögfesta sjónarmið í forsjárdeilum málum. Og skoða það svolítið, hvað það sem að dómarar eiga að horfa á þegar verið að dæma þetta. Og í dag segir bara að dómarar eiga að fara eftir því sem barnið fyrir bestu, sem í sjálfsög gott og blessað, og í svona plöggum sem eru þar til á bakvið einhver útlistun á því hvað eiga að hafa í huga, en okkur finnst þess að ástæða til þess að hafa þetta í lögunum, og það eins og sirka svona þessi listi hérna. Allt miðar það auðvitað að þessari þekkingu sem við höfum á því hvað barnið fyrir bestu. Síðan útfærðum við dálítið þessa heimild dómara til að dæma, og þá mælum við með því að til viðbótar myndu dómarar skoða hvernig forsjónu hefði verið háttað áður, sérstaklega aldur og þroska barnsins og samskipti foreldrana, og við orðuðum þetta dálítið svona að dómarar ættu að leggja mat á það hvort að ágreiningur þeirra eða samskipti væru líkleg til þess að einhvern veginn hindra barnið í þroskanum sínum í uppeldinu. Og það mörguleyti dálítið gaman að heyra það að Danir í raun og veru eru að fara inn á þessa braut eftir því sem við vorum upplýst hérna áðan. Þannig að sú tillaga sem við lögðum til þarna á sínum tíma var dálítið öðruvísi heldur en svo sem að Danir höfðu lögfest, en nú virðast þeir vilja stíga aðeins skref í þessa átt. Hver voru helstu rökin? Við hlaupum svo sem hratt yfir það því svo margt af þessu búið að nefna. Auðvitað skoðuðu við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og göngum dálítið út frá þessari sameiginlegu ábyrgð. Við gengum líka dálítið út frá því í nefndinni að forsjá hefði mikilvæg formleg réttaráhrif fyrst og fremst. Það búið að tala hérna forsjá sem ákveðin ramma sem sé ekki endilega háð daglegum samskiptum við barn. Við lögðum mikla áherslu á það í þessu frumvarpi að skerpa dálítið munin á þessum hugtökum, forsjá, búseta og umgengni. Og það algjörlega nauðsynlegt til þess að skilja hvaða leiðir við viljum fara í þessu. Það að gera dálítið betri greinamun á þessu og einmitt gera greinamun á því hvað sameiginleg forsjá, hvað sameiginleg búseta og hvað jöfn umgengni. Þetta nefnilega þrennt mismunandi sem hefur dálítið þrenns konar mismunandi réttaráhrif. Það væri gaman að tala meir það, ég ætla ekki að gera það kannski akkúrat núna. Þetta notuðu við meðal annars dálítið til þess að rökstyðja af hverju það væri ekki svona stórt skref eins og margir hafa verið að halda fram að leyfa dómurum að dæma þetta. Til dæmis undirstrikuðu við þá sérstaklega sameiginleg forsjá þýðir náttúrulega ekki að þau eigi að vera sammála öll atriði. Sameiginleg forsjá hvetji til samábyrgðar og að heimild til að dæma hafi jákvæð áhrif á samstarfsvilja og svo norrænt lagasamræmi. Við höfum stefnt að norrænu lagasamræmi í fjölskyldurétti gjarnan og
við teljum það hafa sko einhvert gildi í sjálfu sér, auk þess sem að það hjálpar okkur bara svo mikið að fara í gegnum þessar rannsóknir sem að aðrir eru búnir að vinna. Og það má nú segja að það virðingavert að þegar ráðuneytið tók þá ákvörðun að gera ekki þessa tillögu, heldur gera tillögu að dómarar hefðu ekki þessa heimild, þá samt sem áður haldið til haga þessum röksemdum og það gerir það náttúrulega verkum að það hægt að fara í frumvarpið og sjá svo lítið rök með og svo einhver rök á móti sem að ráðuneytið tíndi til. Það svona kannski ástæðan fyrir því að það hægt að lesa svona fleiri en eitt upp úr þessu frumvarpi. Þetta rökin með, ég sagði ykkur að mér langaði svolítið til að skoða rökin á móti og bara svona virkilega reyna að skoða, eiga þau sér einhverja stoð, hver þá stoðin fyrir því? Og rökin á móti eru svolítið, við skulum taka þetta svona. Það í fyrsta lagi að stíga varlega til jarðar, þar að segja að gera þetta ekki strax. Og maður getur svolítið spurt sig, sko, þegar ég sýndi ykkur laga þróunina áðan, maður getur svolítið velt fyrir sér af hverju ekki strax, það röki sjálfur sér, eftir hverju erum við að bíða? Og það var, dálítið þegar þessar tillögur voru kynntar, að þá ætluðum við svolítið að bíða eftir sko rannsókn Dana. Danir lögfestu þetta ekkert fyrir en 2007 og þeir ákváðu að gera þessa ítarlegu rannsókn á afleiðingunum og það var svolítið talað um það væri rétt að bíða eftir því. En svo eru þær niðurstöðu komnar. Þær komu í fyrra. Þannig maður spyr svolítið, hver var niðurstaða þess og af hverju segjum við ennþá, eftir hverju erum við núna að bíða? Leggja áherslu á ráðgjöf og sáttameðferð, það svo sem alveg deginum ljósara að sáttameðferð getur verið gríðarlega gagnleg, það lagt til að auka hana, en það virðist nú líka vera alveg ljóst að hún kemur ekki veg fyrir þessi mál. En svo það kannski þetta síðasta, spurningin hvort að það sé rétt þessi fullyrðing að ef það takist ekki að sætta, þá sé ágreiningur foreldra forsjá að jafnaði djúpstæður. Og það það sem að mig langaði svolítið að staldra við og það sem ég kalla svona í heitinu á þessu, annars vegar sko efni ágreinings og hins vegar eðli ágreinings. Við skulum skoða svolítið hvað eru foreldrar að deilum og hvernig eru þeir að deila, hvað vitum við það? Og við skoðum fyrst aðeins efnið. Hér eru foreldrar að deila, afskaplega hamingjusamir, eins og þið sjáið, sitt lítið að hverju og við getum spurt okkur, eru foreldrar alltaf að deila forsjá í forsjármálum? Við vitum alveg eins og lögin eru núna, þá það dálítið farvegurinn fyrir deilu. Ef þú vilt gera ítrustu kröfur eins og það heitir oft, að þá deilt forsjána, minnst að kosta nafninu til. En það eru fjölmargar vísbendingar það að foreldrar sé í raun og veru fyrst og fremst að deila búsetuna eða umgengnina, en ekki forsjána. Og þetta kemur vel fram, það má lesa þetta til dæmis úr þessari dönsku skýrslu, sjást vísbendingar það, og líka til dæmis bara í umsögn Dómarafélags Íslands, þeir skiluðu umsögn frumvarpið, að þá taka þeir þetta fram, að það hafi gjarnan orðið á vegi þeirra mál þar sem virðist nokkuð ljóst að það ekki verið að deila forsjána heldur eitthvað annað. Og þá finnst manni svo mikilvægt að undirstrika að dómstólar geti dæmt það sem raunverulega deilt og þeir séu ekki að auka ágreiningin eða breyta eða hrófla því sem í ljós kemur að það ekki raunverulega verið að deila í málinu og það hægt að taka alveg konkrét dæmi dóma sem að dómstólar á Íslandi hafa verið að glíma við, þar sem að manni sýnist augljóst að það verið að deila búsetu og umgengni og það læðist sterkt að manni sá grunur að það hefði verið alveg óþarfi að hrófla við forsjáni og láta frekar nægja að dæma það sem deilt Og þá kem ég að öðru atriði sem að mér finnst svo mikilvægt að undirstrika að í tillögum nefndarinnar var beinlínis lagt til að það væri hægt að dæma bara búsetu til dæmis. Bara opna þetta, við vitum það að foreldrar deila dálítið konkrétum forsjá eða jafnvel búsetu eða umgengni eða jafnvel allt en stundum bara eitt af því og það óskaplega mikið og merkilegt tæki að geta leyft þeim að deila bara búsetun og láti þá þessa sameiginlegu forsjá jafnvel í friði í einhverjum tilvikum og það í sjálfu sér engin sérstök skýring á því af hverju þetta fjall niður úr
frumvarpinu eins og það liggur fyrir Alþingi núna. Þannig að þetta eitt og sér að opna fyrir þessa heimild gríðarlega mikilvægt í raun og veru, jafnvel burtséð frá því hvort það opna fyrir hina eða ekki. Ef við skoðum eðli ágreiningsins hins vegar, hér sjáum við líka fólk deila, enn lukkulegra við því að skipta, sem auðvitað á það ekkert alltaf við. En spurningin verður svolítið þessi, ágreiningur foreldra djúpstæður? Og það virðist vera svolítið kjarninn í rökum þeirra sem á móti þessu, að það eins og segir í frumvarpinu, talið hefur verið að ef foreldrar ná ekki að semja sín á milli með aðstoð, sýslumanns, ráðgjafa eða dómara, sé ágreiningur alla jafna svo djúpstæður að sameiginleg forsjá ákveðinna dómara myndi almennt valda togstreitu og erfiðleikum fyrir barn. Þetta hafa alltaf verið dálítið kjarnarökin. Ef það tekst ekki að sætta þau, þá ráða þau engan veginn við þetta. Og maður verður að spyrja sig, á það sér stoð í einhverju, eða hefur jafnvel eitthvað lítið dagsins ljós sem segir okkur annað. Þessi fullyrðinga, ef það tekst ekki að sætta, þá engin vilji eða geta til samstarfs. Þá bendi ég aftur á það sem ég sagði ykkur breytingar á forsjánni. Þarna virðist aftur vera að kúpla saman að sameiginleg forsjá verða þýða samstæða og samkomulag. En eins og ég hafa búin að segja ykkur áðan, það búið að aftengja það dálítið. Sameiginleg forsjá þýðir ekki endilega samstæða eða samkomulag alla hluti, eitt út af fyrir sig. Þá líka þarna verður að leggja þess áherslu sem ég sagði ykkur að forsjón þessi rammi, það þessi almenna grundvallar ábyrgð einhvers konar og að einhverju leyti formleg réttarstaða. Það að segja að það getur verið gríðarlega mikilvægt fyrir foreldri að hafa forsjá, jafnvel þar sem að samkomulag lítið umgengni, lítil eða samkomulag erfitt, ef að ágreiningun ekki slíkur að ógna þá þessari forsjá sem slíkri. Það sem undirstaðan maður sér það alveg að skoða norrænu heimildirnar, að undirstaðan dálítið bara að meta þessa samstarfsörðuleika. Þannig að norrænu frændur okkar ganga út frá því að ágreiningur sé einmitt ekki alltaf djúpstæður, heldur sé hann mjög mismunandi. Og menn segja bara hreint út, ef hann mjög djúpstæður, þá bara dæmum við þetta ekki. En það hefur verið svona viðurkennt að það sé í einhverjum tilvikum og jafnvel einhverjum, virkilega áþreifanlegir einhverjum sem skipta máli, séu þar aðstæður, hann sé ekki djúpstæður og þar af leiðandi eigi að vera hægt að dæma þetta. Mér þetta líka gaman að tala lengi dálítið bara feril þessara mála, svolítið samspil alls ferilsins frá því að þau fara að deila og reyna að sætta, fara jafnvel í formlega sáttameðferð og þar til að kemur að dómi. Það nefnilega virðist maður sér það svolítið á dönsku skýrslunni til dæmis, að sáttameðferð, hún hefur áhrif jafnvel þó að menn velji svo að fá dóm. Og við verðum líka að ganga út frá því að maður á rétt á því að fá dóm, en maður vill fá dóm. Það að fólk vilji fá dóm í málinu þýðir ekki endilega að sáttameðferðin til dæmis hafi ekki haft nein áhrif, heldur hún til þess fallin að draga úr ágreiningi, að útskýra fyrir þessu fólki og svo framvegis, en svo kann að fara, eins og ég segi, þau vilji fá þennan dóm enga síður. Og mér finnst líka athyglivert það sem að kollega mínir sögðu þessa svona þvinguðu sátt, eins og það var kallað. Og það hefur sýnt sig til dæmis ef við skoðum máli sem koma aftur og aftur, það ákveðið vandamál. Þessi mál að koma dálítið aftur og aftur, að þá ekkert endilega munur á því hvort að fólk sættist eða fekk dóm. Það ekkert endilega allir þeir sem koma aftur voru þeir sem voru dæmdir. Það líka þeir sem að sættust í einhverjum skilningi. Þannig að þetta mjög athyglisvert. Síðan stóra spurningin. Hvað vitum við þetta hvort að fólki tekst að vinna saman eftir dómið ekki? Og það kannski það mikilvægasta við þessa dönsku skýrslu, að hún sýnir okkur það dálítið að fólki tekst í einhverju mæli að vinna saman. En það má auðvitað presentera niðurstöðnar á svolítið sinn veginn. Eins og ég presenteraði það í minni grein, þá tekst svona það bil helmingi foreldrana að vinna saman með fullnægjandi hætti. Ég tel það jákvætt. Ég tel að heimildin hafi svolítið sanna gildi sitt, af því það tekst það bil helmingnum að vinna saman.
Það má auðvitað líka alveg stilla þessu þannig upp. Það það bil helmingnum sem tekst ekki að vinna saman og það stór alvarlegt og við þurfum að horfa eitthvað á það og gera eitthvað í því. Ég get út af fyrir sig verið sammála því við þurfum að gera eitthvað í því. Meðal annars að sníða heimildina náttúrulega mjög vel og vanda okkur við að beita henni en fyrir mína parta á það ekki að koma í veg fyrir að hún sé til staðar held ég að sé, mér finnst það svona frekar undirstrika að hún hafi sannað gildi sitt. Og það nú það síðasta sem ég ætlaði að segja fyrir utan takk fyrir. Mér finnst þetta svo athyglisverð söguskýring, ég veit ekki alveg hvar ég á að byrja. Í fyrsta lagi að þá hún Maj Heide Ottesen mjög virtur fræðimaður í Danmörku. Hún sat í þessari nefnd sem fræðimaður eða fagmaður, rétt eins og ég sat í nefnd sem fagmaður samt beðin að tala hér. Hún komst að niðurstöðu sem hún rökstuddi faglega á sín tíma. Það vafðist ekki fyrir nokkru manni í Danmörku að fela henni að gera þessa rannsókn sem hún gerði. Okkur þótti mjög mikilvægt, sérstaklega vegna þess að það hafði verið sagt hér að það væri verið að bíða eftir þessari rannsókn í Danmörku. Við vorum stolt að því fyrra upp í háskóla að geta fengið þennan rannsakanda hingað til land sem gerði akkurat þessa rannsókn. Niðurstöður rannsóknarinnar tala alveg fullkomlega fyrir sínu. Það eina sem var sagt hér áðan þessar niðurstöður að það ekki að nota í einstökum dómsmálum. Okkur var hins vegar sagt frá því hér rétt áðan að þessar niðurstöður væntanlega verða til þess að það verða einmitt lagðar til breytingar á dómaraheimildinni í Danmörku. Hún verður sniðin upp á nýtt. Einmitt vegna þessara niðurstöðana en það sem kom skýrt fram á þessum málþingi í fyrra akkurat það ekkert í niðurstöðu þessara rannsókna sem að benda til þess að það eigi að afnema heimildina, það benda til annars en að hún hafi sannað gildi sitt í grunninn, þó svo að það mætti deila það hvort hún væri orðuð svona eða hinsegin. Þannig að ég stend fullkomlega við þá ákvörðun minnar rannsóknarstofnunar, eins og þú kallar það, að fá akkurat þennan rannsakanda á þessum tíma og ég verð alltaf mjög stolt af því að það hafi tekist. Hvernig ráðherra vinnur úr því getur ekki verið á mína ábyrgð. Það það ekki. Ég hvet alla hérna inni til þess að lesa þessa skýrslu, að lesa samantektina. Það kemur auðvitað ýmislegt fram í henni og það þýðir ekki að ætla að fara að mála hlutina heldur snjaka hvítið eða kolsvarta því þeir það ekki. Það koma fram ýmsar áhyggjur þar af samstarfi foreldra yfirleitt en í grunninn að þá vildum við fá það dálítið skýrt útlistað að heimildin væri talin hafa sanna gildi sitt en það væru einmitt svona kannski dálitla vangaveltur hvaða leið þetta fara sem okkur fannst kannski frekar styrkja þessa leið sem að nefndin lagði til á sín tíma og mér sýnist það svona svolítið bara verða að veruleika. Það dálítið merkilegt að sjá það hérna í gamla daga, ef ég má orða það þannig, þegar enginn lét sér detta í huga að foreldrar sem byggja ekki saman gætu farið sameiginlega með forsjá, þá var engin umræða verkaskiptingu foreldra. Auðvitað voru þeir ekkert alltaf sammála, það var bara einhver sem datt í huga að ræða það þurfti ekkert að ræða það. Það var ekki fyrr en að við fórum að praktísera þennan möguleika foreldrar sem byggja ekki saman gætu farið sameiginlega með forsjá. Það var ekki fyrr en þá sem það fór að magnast áldi þessi umræða verkaskiptingur þessara foreldra og ágreining þessara foreldra og hvernig ætti að leysa hann, hvort ætti að leysa hann, hver ætti að leysa hann. Og við sjáum á öllum Norðurlöndunum þá eru barnalögin að bólna út
af því það virðast vera fleiri og fleiri atriði sem við þurfum að lögfesta af því að báðir foreldrar eru að gera sem meira gildandi, en það virðist vera eitthvað grundvallarrof á samstöðunni hjá þeim við það að við búum ekki saman. Við erum ekkert að útiloka neitt í þeim efnum, en við erum svolítið að búa til hugtakið forsjá sem tekur utan eitthvað ramma, búsetur sem tekur utan einhverja verkaskiptingu í ákvörðunum og svo umgengni sem tekur utan hið daglega líf, og svo erum við bara að reyna að kortleggja. Hvernig tekst okkur best að marka þessu farveg þannig að við tryggjum einhverja samfellu í lífið þessara barna og einhver þroskavænleg skilyrði fyrir þessi börn. Það hefur verið reynt svolítið fram að þessu, það segir bara fólk ekki neitt. Þannig að núna í tillögunum og í frumvarpinu sem liggur fram núna, þá er reynt að orða svolítið skýrar hvernig þau eiga að skipta með sér verkum. Það er að segja ef þau eru ekki þá sammála eitthvað enn annað. Ef þau eru sammála alla hluti, frábært, það er það sem við viljum, en ef þau eru það ekki, þá verðum við kannski að hafa einhverja leiðir, einhverja vísbendingar fyrir þau, hvernig sé hægt að leysa þetta. Löggjafinn hefur dálítið gert það, eins og bæði í Noregi og Svíþjóð og Danmörku, þá hefur löggjafinn verið að glíma við þetta, reyna að setja svolítið skýrari línur það, hvor má og hvað. Þannig það sé ekki verið að rífast heilbrigðisþjónustuna fyrir barnið og leikskólagöngun og skólagöngun og tómstundastarfið og allt þetta sem þarf að ganga snurðlaust fyrir sig frá sjónarhorni þessa barns. Svo eru menn svolítið svona einhvern veginn, þeir vilja helst ekki hleypa foreldrum inn til dómstólana með allt stórt og smátt. Það er bara ekki hægt.